Þetta er vel þitt annað landsliðsverkefni, svona hvernig leggst þetta í? Ég er bara ógeðslega spenntur og það gekk vel í fyrsta verkefninu, þannig það gerir maður bara enn spenntara fyrir þetta. Það svona gefur ykkur byrjundu báða vangi þessi góða byrjun? Já, auðvitað, ég meina maður finnur það bara í hópnum og finnur það bara með strákunum að það eru allir ógeðslega spenntir og sérstaklega eftir þetta fyrsta landsliðsverkefni að það gekk svo vel að bara allir mjög spenntir fyrir þetta verkefni sko. Og þetta eru heldur betur stóri leikir sem þið fáið núna, Úkraína fyrst og síðan Frakkland svona, þetta er bara svona eiginlega stærsti glugginn, skilur við? Já, við vitum það allir, þetta er mjög mikilvæg gluggi og við erum bara, tökum eitt leik í einu. Við erum bara að fókusa á Úkraínu núna og síðan bara Frakkland eftir það. Þannig, já, vita allir að það er mikið undir. Hvernig svona, veistu eitthvað mikið þetta Úkraínulið, hafið þið greint á þér? Já, við höfum alveg skoðað eitthvað og svo auðvitað hefur við eftir að skoða aðeins meira bara fyrir leik. En já, ég meina það er alveg vitað að Úkraína geta alveg verið sterkt lið og ég held að þetta verður bara hörkuleikur. Þannig já. Væntanlega mikil stemning á Laugardalsvelli, uppselt að báða leikina, það hlýtur að vera skemmtilegt fyrir því sem leikmann að fá að upplifa það? Já, það er bara geggjað, ég meina það er bara ógeðslega gaman að vita að öll þjóðin er bara á bak við okkur sko. Og eru bara að styðja okkur og eru með okkur í þessu. Þannig, já. Þetta spila núna út í Malmö, svona hvernig liðir í 7. sæti ekki satt og svona að fá eitthvað hita á okkur svona fyrir undanfari gengi? Já, náttúrulega í Malmö er náttúrulega bara, ég meina við erum bara besta lið í Svíþjóð og stærsti klúbburinn í Svíþjóð, þannig við eigum alltaf að vinna. En svo ég meina svo geta komið tímabil sem það bara gengur ekki alveg nógu vel og þá náttúrulega verða menn ekkert eitthvað sáttir með það sem maður skilur alveg og við erum bara ennþá að bara reyna okkar besta og reyna að koma okkur upp úr þessu. Þetta þjálfaraskipti fyrir nokkrum vikum, svona hvernig voru það við þér? Já, ég meina þú veist, ég bara veit ekki, ég meina þú veist, þetta er bara hlutur sem gerast í fótboltanum og maður veit aldrei hvað getur gerst og hvað ekki sko. Þannig já, maður var einhvern veginn bara maður getur horft á það sem bara jákvæðan hlut. Ég meina þá bara kannski bara byrja nýjan kafla með nýjum þjálfara og bara reyna að bæta okkur. Þetta svona mikið fjallað þetta rauðarspjald sem þú fékkst, svona hvað gerist þér? Já, ég meina bara í leiknum hana og bara fór ég aðeins með olbán í andlitið á varnarmannum. Og ég meina það var bara ekki nóg gott hjá mér og það var bara mistök. Þannig já, ég bara núna læri bara þessu og bara áfram gekk sko. Væntanlega fyrsta rauðarspjald sem þú fengið, eða hvað? Já. Þú átt ekki til að hitna svona eða hvað? Nei, það á ég ekki til sko. En ég meina ég held að þetta getur bara komið fyrir alla. Svo er þetta bara hvernig maður höndlar þetta og þarna gerði ég ekki alveg nóg vel. Takk fyrir það.